Það komið að þessu Finnbjörn. Hvar eru sólgleraugun? Hvar alvarlegi Finnbjörn? Grafalvarlegir menn að gera grafalvarlega hluti. Við verðum að taka þetta aftur. Komið þið sæl og blessuð og velkomin í annan þátt af Ókvöldstrákunum hérna. Ég Daniel, þetta hann Finnbjörn. Sæl verið. Við erum grafalvarlegi menn að gera grafalvarlega hluti. Ég er eitthvað lengur búinn að taka þetta af mig. Hann tók af sér gleraugun. Ég var ekki að fara að halda þessu. Það var gott bit, en við reyndum. Já, við erum að fara að taka fyrir annað lag. Við vorum að taka fyrir brúðkaupslagið síðast og bara leið og við erum búnir að því þá duttum við inn á þetta lag Litlu snildina sem að maður fær ekki nóg. Við ætlum að hlusta á það Lyftu klefinn lengst í himininn Loftandi föglu par Hurðin víkur brúast inn Ég elska þetta lag. Litli hljóðheimurinn sem er í gangi þarna, sko. Já, sérstaklega sneriltróman svona eins og hún sé að detta á hana, sko, svona dudum. Já, það er svo margt í þessu lagi. Líka bara, ég fór að hugsa, skilur ég hef oft lent í því þegar maður er að fara að semja ykkur lög og eitthvað. Þá, veist ég bara, kom eitthvað laglínu og svo bara, ég veit ekkert hvað ég ætla að syngja eða það kemur eitthvað til mín. Þarna er maður sem að fór að hugsa með sjálfum sér í lyftunni. Hvað snýst þetta um? Skilju, þú veist hér stend ég kyrr, en samt að færast til. Niður og upp, en aldrei fram á. Og hann bara hleypur inn í hljóðu, bara æfingar í mig, bara strákar ég með þetta, skilju. Og þeir bara eitthvað, hlusta á hann og þeir bara eitthvað, það er enginn að segja bara eitthvað, hvaða rugl er í þig? Bara eitthvað, ok, og svo byrja bara bara eitthvað störla. Veistu hversu góða vini þú þarft að eiga til þess að geta pitcha þessari hugmynd og þeir eru bara til í það. Já. Mjög góða vini. Já, þú ert einn af þessum mínum vinum. Ég hef mjög hræðilegar hugmyndir en þú ert tilbúin til að sjá mig fara með það. Það er nógu langt til þess að segja mér eitthvað, I told you so, eða bara eitthvað, Nei, veist, þetta er bara, þú veist, þetta segir manni bara það, að maður getur talað hvað sem er, og maður getur sett allt í búning sem að maður getur, þú veist, ég hef legið með þetta lag í gangi, gjörsamlega agndofa yfir fegurðinni í hljóðheiminum sem er hérna, skilurðu. Og ég er ekki svona mikið, ég tek ekki mjög snemma eftir textum, það er reyndar að laga svona í seinni tíð, en það var ekkert fyrr en ég var búinn að hlusta á lagið í mörg ár. Ég fattaði bara, þetta er bara hugrenningar manns lyftuna, eða er þetta lyftana að spá í fólkinu sem er að hrannast inn, skilurðu, sniðganga speilinn og eitthvað, skilurðu, þetta er mjög, þú veist, og líka lagið þegar maður fer að hlusta á textana, þetta er bara, lýsir því svo ógeðslega vel, svona aðstæðunum og eitthvað, þetta er magnað lag, sko. Já, þetta er hækkandi tíðni, orðaleikur klárlega að ásetningi. Þetta lag er á leiðinni upp í Penthouse í sín yfir Reykjavík, sko. Já, mér finnst þetta góð punktur sem þú ert að tala um með, sko, ég skil þetta þannig að þetta er lyftan og mér finnst það einhvern veginn svona skemmtilegri pæling að lyftan sé að spá í fólkinu, sko. Og einmitt gæjar sem kemur inn og laumar einum pela þetta er bara skemmtileg saga og þú veist, sko, segjum svona songwriting perri, sko, lagasmíða perri, þá kýtlar þetta eitthvað með upp í kollinum hjá mér sem að ég veist ekki að ætta að kýtla, sko. Já, þetta er þvílík fegurð, þetta lag, sko. Bæði út af textanum og út af bara, og líka bara eins og við tala síðast þar sem að, þú veist, þetta er svona quirky, skilju. Það er ekkert, ég vil ekki segja, veist, þetta er svo nýtt, þetta er svo öðruvísi allt saman, skilurðu. Eitthvað svona R&B, soul, á íslensku, geðveikt mjúkar raddir, skilurðu, og eitthvað, þetta er svona... Með svona psychedelic ívafi, sko. Já. Og svo var ég síðan aftur á móti, ég var svo lengi að taka gítarsólóða í sátt, sko. Já, ég líka. En það er hins vegar alveg, En það situr vel í mér núna, sko. Já, það er á stóran þátt í því að gera lagið, þetta er svona parturinn sem að lætur lagið lifa lengur, finnst mér, skilju. Það er þessu atriði sem eru ekki straight up the middle.
að hafa kjarkin í að gera eitthvað sem ekki augljóst fyrstu sýn, sem að ástæðan fyrir að þetta lag fær hérna að fljóta inn á annan lista af lögum í hárri tíðni. Já, það er bara það. Líka bara þú veist að því að þetta lag er með svo opinn hug, skilur. Þetta lag er ekki með eitthvað fyrirfram ákveðin ásetning hvað þetta fólk er að gera og hvert þetta er að fara. Það er bara observant, skilur. Já. Það er bara að taka eftir, já, herru, þarna kom einn sem að raulaði lag, skilur, þarna kom einn sem að súpaði flösku, hann er kannski með eitthvað smá vandamál, þú veist. Dró engar ályktanir, Nei, engar. Leyfa fólkinu bara að vera. Já. Sem er náttúrulega besta leiðin til að leyfa fólki að lifa, það er bara að leyfa því að vera. Live and let live. Akkurat. Það er ekki hannig, eða? Hver sagði það aftur? Paul McCartney? Ég veit ekki, það var einhver annar sem sagði live and let die. Hann heyrði þessu setningu og sagði bara I feel better. En já, Moses Hightower lyfti tónlist, mælum eindregið með því að setja þetta lag á og leyfa því að Loka augunum helst, leggjast upp í rúm. Já, bara þess að rúlla eyrun og öll skinnfærin maður. Sturlalag. Hakkið tíðina, lofið Guð, við elskum ykkur öll.